Heilsa ykkur í Jesú nafni. Yfirskrift mín í dag vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristus sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átt hann við með þessu? Hvaða vegur þetta sem hann að tala og hver þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér Jesús, Messías, hann ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér komin í heiminn, hann okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvinni okkar Satan og við horfum til hans og öðlums hjálpræði. En hvað með Ísraels menn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram mynd af Jesú. Í forgarðinum fórnaraltarið, þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Æðsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eyrgerinu áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta vegurinn sem Jesús að tala Hann þurfti að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast hjálpræði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn. Það sönn og rétt Guðs styrkuna viðar hendi. Nú eftir að lambinu hafi verið slátrað sem krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp. Og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta farið inn í hið heilaga. Og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir, en Jesús ekki lengur á jörðinni. Hann stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega að fylgja honum þangað að við gerum það fyrir trú. Hann ljósastikan, hann sagði ég ljós heimsins og hann sagði líka þér eruð ljós heimsins. Svo hvort það? Það bæði. Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan það reykelsisaltarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að biðja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og því næst það skoðunarbrauðsborðið. Jesús brauð lífsins. Hann sagði, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús orðið. Jesús brauðið. Svo brauðið Jesús og brauðið orðið. Við þurfum að borða brauðið sem orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluti af okkur sjálfum. Það ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni á ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni á ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta, eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Helgidómurinn vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði.
Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknanlega fórn. Og við þurfum að laugast. Og við þurfum að vera ljós, biðja og neita brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta, þar sem sáttmálsverkin er, sem inniheldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta, höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott. Þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan, sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gátu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesús gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi, þá er gott að hafa myndina. En leið og persónan kemur tilbaka, þá þurfum við ekki myndina. Þó það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10, þar sem segir: Hið heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður voru vegsumuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri brotið niður og Ísraelsmenn gátu, þeir grétu yfir þessu sem hafi komið yfir musterið og helgidómin. Og það segir þarna, allt það sem oss var dýrmætt. Var þetta allt sem var þeim dýrmætt? Og ef við tökum aftur myndina af ástvinni, ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver og eyðileggur myndina. Og þú segir, allt sem mér var dýrmætt er farið. Og ástvinnurinn, hann heyrir þetta og hann hugsaði með sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem er þér dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn, sannleikurinn og lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn, sannleikurinn og lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði: Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerúsalem lá í rúst og musterið. Hann biður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musterið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skulle vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleiðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn að þeir ættu að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sér grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn í jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið, eftirmyndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm, sem hið jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni. Þessi sá lengsti, 2300 ár. Allir hinir tímas spádómarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni að endurreisa
með endurreisnina fram til að Kristur krossfestur og fagnaðarerindið færi til heiðingjana. Það fellur innan þessar 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tímaspádóma í Opinberunarbókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tímaspádóma. Og það sem Guð var að segja Daniel að það myndi líða 2300 ár þar til ein himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í Opinberunarbókinni 12, 4 og 5 lesum við annars spádóms tímabil. Að það segir með halanum dró hann þriðjung hluta af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og hér verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði. Og síðan segir drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá hún hafði fætt. Og hvaða kona þetta? Margir halda því fram að þetta sé María Mey. En þetta spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fæddi son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsprota. Og vissulega fæddi María Mey son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varð barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 okkur sagt, en konan flýð út í eyðimörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðimörkina með barnið, en þetta eftir að Jesús stiginn upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðimörkinni? 1260 daga, eða 1260 ár. Því að dagur stendur fyrir ár. Og vissulega gátu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár. Og hvað gerðist á þessum tíma? Og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allur þorri fólks naut ekki góðs af því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesú, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkinn, reykjelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsörkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesú Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9:22 segir, og samkvæmt lögmálinu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akreinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lambið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóði hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og segir í þessari grein, enginn þurfti að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóga góð verkum og þess vegna þurftur að fá frá Jesú eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessi góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá úthlutað úr kistunni. Og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram
áður en þú gekkst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesú þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum sem lambið sem slátrað var, svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýgðar syndir. Þetta kom einnig í veg fyrir sanna iðrun sem nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu, eða eins og við lesum í Postulagssögunni 2:30, Pétur hafði flutt þrumur ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar, þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana, hvað eigum við að gjöra, bræður? Og Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Kristi fyrirgefningar synda yðar. Og þetta Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullyrðir að Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki, komdu og skoðaðu kistuna mína. Nei, hann segir, gjörið iðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lambinu sem slátrað var. Blóð hans reinsar þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullyrðir að hafi verið fyrsti páfi, hann fullyrðir þetta, en það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullyrðir að páfinn sé óbrigðull. Það hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir páfar að kenna allt það sama og allir páfar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utan kistuna. Næst það eirkerið, Mattheus 28, 19 og 20, þar segir Jesús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér, sjá ég með þér alla daga, allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skírninni og einnig upprís við Jesú. Jesú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja, enda þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jesús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera iðrun. Og hver gerir iðrun? Gera nýfædd börn iðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera iðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt, sem kallað erfðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það lendir í limbo, sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í Biblíunni. Ung barn hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilhneigingu til að drýja syndir og kemur inn í heim sem ekki hliðhollur Guði, en ung barn þarf ekki að skýrast. Þá erum við komin inn í hið heilaga sem ljósastikkan. Og Jesús sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka við ættum að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Mattheus 5:16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana og þeir sjáu góðverkiðar og vexa með föðuriðar sem á himnum. Og þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í Ápenbörnabókinni, hvað það kallað? Hinar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fékk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunnar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikkan var orðin dimm. Og munið að í byrjun Ápenbörnabókarinnar, Jóhannes í sýn og sér Jesús. Og hvar hann? Hann sér Jesús á gangi á meðal 7 ljósastika. Það eru söfnuðirnir 7. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósið slökknaði, eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, en það alltaf í minnihluta. Ljósastikkan var vinstra megin, en við suðurhlið helgidómsins. Já, hún var við suðurhlið helgidómsins.
Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðanmegin þá það borð sem brauðum var staplað á. Og í Mattheus 26 lesum við, þá þau mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Hefurðu velt því fyrir þér hvers vegna Jesú tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Því að hann uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá Jesús brauðið. Jesús líka orðið. Orðið því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neita þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkum miðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilög reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegn valdi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir Biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið. Og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, eirkerið, ljósastykkuna og brauðið. Það eru 2 munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastykkunar og brauðsins reykelsisaltarið. Það einnig inn í hinu heilaga, þannig að fortjaldið fyrir framann. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34. Hver sakfellir, Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsara okkar, hann tekur við okkur, biður fyrir okkur og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skírnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu, nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðst á einhvern annan hátt en við. Og ef hann ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd, þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei, því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur skilið hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fæddust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Páll sagði okkur að einn Guð, einn meðalgangumaðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það bara einn sem meðalgöngumaður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekkert hvað í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10, 19 og 20: Vér megum nú bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í hið heilaga,
þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum forntseldið, það að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesú. Við gengum í helgri borg í Jerúsalem, inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga, og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmálsörk. Inn í henni heilagt lögmál og hversu menn hafa fótum tróðið þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgasta hluta þess, fjórða boðorðið hvíldardaginn, því hvað segir í boðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spádómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert, eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það að nógu að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunnar hvíldardaginn. Við höfum birt margt af því hér, og hér kemur eitt sem ég man ekki eftir að hafa séð áður, en það hægt að finna þetta allt saman á miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér vitnaði ávarprest sem heitir Berati, og hann segir: það rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían styður þó hvergi í sunnudagshelgihaldi. Sunnudagur stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunnar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunnar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunnar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14: synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þér undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja: sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi: hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar um? Að sjálfsögðu ekki. Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu, kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari. Og hvað? Sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessi sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu, hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þora að taka svona sterklega til orða, en þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunnar? Og sagði Jesú ekki að hann var í sannleikurinn? Ef Jesús er sannleikurinn og sannleikurinn er ekki í þeim, hver er þá ekki í þeim? En hann stendur við dyrnar og bankar. Sannleikurinn bankar, en hver vill hleypa honum inn? Tökum dæmi úr umferðinni. Segir sem svo að þú hafir mörg umferðarlaga brot að baki. Þú átti yfir höfðið þér fjölda dóma. Þú ert seldur undir umferðarlaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni. Og þú ferð til dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðarlaga brot eða ætlar það að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðarlögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Þetta er ekkert flóknar en þetta. Lofsið Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskunn hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni. Og
þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er einn pakki. Þú fetar veginn, tileinkar þér sannleikann og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með, sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daniel var sagt 2300 ár og þá helgidómurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að komið í ólag. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eruðu fyrir vonbrigðum vegna misskilnings, alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur, vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og átti að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni á ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum árið 1844. Það er friðþægingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvenðhreyfingin túlkaði það, en ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér, en mér langaði eins og að benda á eitt, að það segir í Daniel 8:14, 2300 kvöld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinum himneska helgidómi, þó að ég sé alveg sammála því sem aðvenðhreyfingin hefur kennt frá vonbrigðunum miklu að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi. Hvers vegna segir hann verður komið í samt lag? Það er eins og þegar að spádóminum lauk, þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn þinn, Siggi? Og Siggi segir, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi. Á morgun verður hann komin í lag og lagfæringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Og þó augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem birtist í helgidómsþjónustunni verið skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi, en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni. Þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844 skyldi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skyldu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku, að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag, en við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu, Opinberunarbókin 3:20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum,
Þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu raust hans. Opnaðu fyrir sannleikanum, því að þá muntu neita kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum, svo hann geti vísað þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf.